Komið í sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verið með ykkur í kvöld ásamt góðum gesti. Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að vera að horfa. Ég vil þakka fyrir stuðningi sem við fáum endalaust og hvatninguna, það er ómetanlegt. En þessi þáttur, eins og allir aðrir Kvöldljós þættir, snýst þetta sem við segjum köllum svona raunveruleika guðfræði. Það er það sem sagt að við viljum draga það fram að það sé eðlilegt að vera kristinn, það sé gott að vera kristinn og svo líka þá ekki bara í predikunarformi heldur að hvernig fólk upplifir það, að mæta frelsarannum og hvernig það lifir. Og það er alltaf ávinningur í því. Og til þess að tala þessa hluti þá er ég búin að fá hana hinga hana Silvía Rún Guðnýjardóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það er ekki allir sem að segja, kenna sig við mömmu sína, en þú hefur gert það. Hún er verið aðalkonan. Hún er aðalkonan. Já. Já. Hún er flottasta mamman. Ok. Er það þess vegna sem að konur gera þetta? Það er bara því að þú veist að þetta er það sem það er upplifa. Þeim finnst þetta að vera svona. Já, kannski, þú veist, í minni sögu kannski, það kannski ítir aðeins undir. Það skýrir það Já. sem við komum inn á eftir. Já. Já, já. Er eitthvað mál að breyta þessu í Guðnýjardóttir? Nei, alls ekki. Bara labbanir á þjóðskrá og mæti með skilríki og þessu bara breytt. Já. Þannig En gæti einhver labba bara farið í staðinn fyrir mig og breytt bara mínu föðunafni, heldur að það geti gengið? Ef við erum með skilríki, Já. það geti hugsanlega virkað, ég veit það Kannski ekki. bara er ég komið með nýtt föðunafn. Já. En það geti verið að ég heyrði ekkert sem að mætti bara breyta tvisvar. Já. En ég er ekki alveg viss það, Nei. hvernig það virkar. Nei. En Silvía, ef við byrjum á að segja hver er Silvía í dag, hvað ertu að starfa við? Ég er dagmamma Já. og ég er að starfa með mömmu minni, uppáhaldsmömmu minni. Já. Og við erum sérst bara á Rólavelli, að leigjum hús á Rólavelli og erum bara þar saman. Já, eru þið bara með fyrirtæki? Já, í rauninni, Já. Þannig að þetta er voða kósí hjá okkur. Já. Mjög gott að vinna með mömmu. Já. Svo komum við heim og þá hringistu á, þannig að við erum alltaf saman. Já. Og var þetta þá einhver fyrirverandi skóli þá eða eitthvað sliðis? Þetta er svona fyrirverandi gæsluvöllur. Já, fyrirverandi gæsluvöllur. Já. Og hvað eru með mörg börn? Við erum með 10. Já. Og þið 2? Já. Og hvað ef önnur verður veik? Þá er önnur okkar með 5. En við erum mjög sjaldan veikar, þannig að það kemur örsjaldan upp. Já. Já, þá hringið þið bara út og segið við getum ekki tekið á móti. Já, þannig gengur það fyrir sig í þessu. Og það er nú alveg örugglega ekki vinsælt. Eða þú veist, ekki vinsælt kannski, en þú veist, þetta náttúrulega kemur bara fyrir. Það bara kemur fyrir og fólk veit að þetta er ekki gert að gamni sínu. Við erum ekkert súpumenn, sko. Nei. En þið lifið af þessu? Já, þetta er bara mjög gott. Já. Þurfum við eitthvað til þess að gera þetta? Er þið lærða pústrur eða? Sko, við erum báðar með leikskóla reynslu bara. Já. Ég er ekki búin að mennta mig sem leikskólakennari. Nei. En við erum vissulega búin að vinna mikið með börnum. Já, og það er náttúrulega reynsla sem að skiptir öllu máli náttúrulega. Það sé gott að hafa bókin og allt það. En svo er námskeið sem við þurfum að fara á. Já. Alltaf nýju dagforeldrar þurfa að fara á það sem er einhver 2 manna námskeið eitthvað slis. Já. Man ekki alveg hvernig það var. Nei. Man er svo gamall. En ertu í draumastarfinu? Já. Ég elska börn og mér langar reyndar að vera þroskaþjálfi í framtíðinni. Já. Sjáum hvernig það fer alls saman. Það er mitt plan. Já, og það geta alveg gerst. Nákvæmlega. Já. Ef við spólum nú svona frá upphafi, hvaðan ertu og svona, þú bara segir okkur frá þínum uppvexti og allt það. Já, ég er frá Grundarfirði. Ef við kannski ættum aðeins að halda áfram, segja frá deginum í dag og þú segir ykkur í hvað kirkju þú ert. Byrjum á því. Já, að fólki meðtæki þig. Já, ég er skráð í CTF. Já. Og sem er Catch the Fire, Hádegisvegi 7. Já. Og það er bara yndislegt að vera. Já. Full kirkja og af ófullkomnu fólki. Já. Sem er bara dásamlegt. Full kirkja af ófullkomnu fólki. Já. Þannig að það er náttúrulega enginn okkar fullkominn sem betur fer. Nei. Þá væri það svolítið tilgangslist. Já.
Og hvaða sérkenni fyrir það að vera ófullkomin, hvaða sérkenni hefur kirkjan? Bara kærleika, já, þetta bara alls konar fólk. Já. Ungt fólk á öllum aldri. Já. Þannig að þetta bara, það mikill kærleikur þarna og rosa gott að vera þar. Já. Og þeir eru með samkomur? Það eru samkomur á miðvikudagskvöldum og svo að byrja á sunnudögum líka. Já. Og svo United með á mánudögum þarna. Já. United sem sagt, fær það þarna bara inni þá? Já. United sem sagt ekki kirkja. Nei. Það bara, við erum hópur af fólki sem elskum fólk til lífs. Já, elskar fólk til lífs. Já. Ég hef fengið eitt sem hann sagði þetta nákvæmlega sama. Já. Eru hópnið hjá þér? Nákvæmlega. Já. Og ertu í þeim hóp þá líka? Já. Þá ertu í United líka? Já, ég að syngja þar og leiða lofgjöruna þar. Já. Og svo upp í... Svo í UNG. Já. Já. Ég er búin að vera þar í 5 ár. Já. Og UNG það er ekki ungmennafélag? Nei, það er undir nátt Guðs. Já. Og þetta byrjaði fyrir 5 árum rúmum. Og mikill heiður að fá að vera þar og þetta er svona minn heimaklettur. Þannig að það er svona það sem kom mér af stað í kirkju, kom mér í þjónustu og bara fengi að halda í Jesú í því starfi í rauninni. Já. Bara kynnti mig fyrir Jesú, frelsarinn mínum. Já. Við finnum kannski aðeins undan okkur en hvernig komstu, akkur ertu allt í einu komin í UNG? Þannig ég tala sérkenni áðan, það er nú dálítið sérkennilegur svona hópur. Já. Ég komst bara eiginlega óvart þangað, þú veist. Já. Guði náttúrulega með áallin, það er alveg hreinu. En ég fór á sínu tíma, þá var til eitthvað sem heitir Minn Sirkus. Ég veit ekki hvort það sé til ennþá eða ekki. En ég var þar og hitti strák þar sem heitir Sigvarður. Já. Og hann sem sagt sagði mér að mæta í kirkju. Og við vorum eitthvað búin að rífast fyrirgefningu og eitthvað svona. Mér fannst það eitthvað svo skrítið allt saman. Bara ekki séns að maður getur bara fyrirgefið hverju sem er, fyrir hvað sem er. Og ég fer þá í Philadelphia á unglingasamkomu og ætlaði að hætta við. Og það var eitthvað diskoljós og reykur og eitthvað svona út í kirkjunni og ég var nei, glætan, ég færði þarna inn. En systir mín aftur á móti dró mig þarna inn. En hvað fannst þér þá framhaldið við það? Að þetta væri í kirkju og það væri svona diskoljós? Já, mér fannst þetta bara eitthvað skrítið. En svo þegar ég kom inn þá var þetta bara frábært. Já. Bara geggjað sko. Dansatriði og þetta var eitthvað svona, þetta var einu sinni í mánuði held ég, eitthvað svona. Já. Sem að var svona alveg diskó-feelingur, nánast. Já. En það var alveg mikið lofgjörð og það var dansatriði og það var leikrit og eitthvað. Þetta var rosa flott. Og reykurinn. Það var alveg. En ég ætlaði að hætta við, en Anita systir mín, hún sagði, verð ekki aumingi og dró mig inn. En þar hitti ég svo Sigvarð og hann svo segir mér að koma á sunnudagssamkomu hjá þeim. Og þar var að vera að blessa barn og skýra mann og ég bara, vá, þetta er geggjað. Og þetta var svona, hei, ég var alveg til í að skoða eitthvað meira. Og Þetta getur verið neitt framandi fyrir þér? Blessa mann og skýra... Mér fannst þetta bara svo rétt. Blessa barn og skýra mann? Já, mér fannst þetta bara svo rétt af því að það er alltaf verið að tala um að þvo í burtu syndir og eitthvað svona með vatninu. Og mér fannst það ekki verið rétt að þvo syndirinn af barninu, það er bara nýtt. Það er ekkert búið að syndga neitt. Þannig að, já, mér fannst það svona, mér fannst þetta mjög heillandi og langaði meira. Og þá sem sagt var Sigvarður búinn að tala við Magnús Stefánsson sem leiðir UNG. Já. Af því að ég talaði þarna við hann og ég held að Sigvarður hafi aldrei heyrt mig syngja þarna á þessum tíma. En ég ætla hann að fer á pröfu hjá Magga og ég bara komið hann inn og þá var ekkert aftur snúið. Já. Þannig að... Svo hann stakk upp að þér við Magga? Já. Já. Og var þá Maggi bara að byrja þá eða hvað? Já, þetta var bara... rétt að byrja æfingar og... Já, svo þú ert búin að vera með frá upphafi? Já. Já. Þú slóst í gegn? Ég sló í gegn, algjörlega. En það hlýtur að koma að því einhvern tíma förum við í söguðina sem ég er búin að vera að tala um. En ertu búin að vera að syngja í gegnum tíðina? Já, það þurfti alltaf svolítið að pína mig. Já. Fyrst. Það var alltaf hótað mér að borga mig pening og ef það var bara að segja skal ég gefa þér 200 kall. Ættamótum og eitthvað svona.
því mér fannst þetta alltaf svolítið erfitt. En það lítið sjálfsálit og svona var ekki alveg að fatta að ég kynni kannski að syngja. Já. En ég hef greinilega alltaf kunnað, en ég held bara allir á Grundarfirði, bænum mínum, það væri bara, þú veist, þú ert svo klár að syngja, væri bara til að segja það. Já. Þú veist, að því ég var frá Grundarfirði. Það voru bara auðmikið góð við því. Já, ég held það. Já, við erum búin að koma Grundarfirði að. Já, bestast í bærin, fallegast í bærin. Það er bara rosa gott að koma þangað. Já. Þar fæðistu? Já, ég fæðist í Stykkishólmi og elst upp á Grundarfirði. Já. Ég var þar alveg í 16 ár, þannig til ég fyrir framhaldsskóla. En ég á mikla sögu Grundarfirði og ég elska hana bæ ofsalega mikið. En já. Hvað er eitthvað svona sem að gerist, við ætlum að tala náttúrulega um atburði sem gerist í þínu lífi, við ætlum ekki að gera það núna, en svona ef þú straujar í gegnum það svona, já, þú náttúrulega bara ferði í barnaskólann í Grundarfirði, já, er framhaldsskóli þar? Núna, já, en það var það ekki. Það var ekki. Ég þurfti að fara á Akranes í framhaldsskóla. Já, hófstu þangað? Já, það var rosa gaman. Já. En ég var ekki í skóla til að læra. Nei. Ég fór til þess að vera í leikriti. Já. Og já, það gekk, ég fekk alveg aðalatriði í leikritum út á söngnum sem ég held að væri bara allir mikið góðis við mig. En þetta var einstaklega skemmtilegt og að vera á heimavist og burtu frá mömmu mínu. Og svo þeir eru búin að Akranesi, hvað þá? Þá fer ég aftur heim og er þar í 2 ár, minnir mig, og fór svo í bæinn í söngskóla. Nú, já. Fór að læra klassíska söng í Söngskóla Reykjavíkur og hætti þar eftir 3 stig, 2 stig, manna ekki. Það er svo fljótt að líða. En það gekk rosa vel. Ég fekk bara ofsalega flottar einkunnir og ég var bara, stóð mér rosa vel. Já. En ég var ekki að fíla svona klassískan söng. En þetta er mjög gott að læra samt, svona grunnati í söngnum. En svo, þetta er einhvern veginn svona allt blörrað og ég man ekki droslega mikið eftir þessu öllu. En, já, ég ætla hana ekkert tíma að fer ég þarna í FIH, læra jazzsöng þar, sem var mjög gott að læra líka. Mjög mikilvægt finnst mér. Varstu eitthvað að vinna með þegar þú varst að læra eða gastu verið bara að læra? Í Söngskóla Reykjavíkur þá var ég að vinna í sjoppu með, bjó inn í Hafnarfirði og keyrði upp í Grafarvog til þess að vera í sjoppu og keyrði svo niður í bæ í Söngskólan og svo aftur í Hafnarfirð. Það var svolítið keyrsla. En svo fór ég í FIH og þá var ég að vinna á stað sem heitir Serrano. Var það í nokkur ár. Þannig að, já. En þú er ekki svona, en þú er ekki svona unni við söngin annað eða svona viss? Nei. Maður hefur fengið einstaka gigg í brúðkaupum og einstaka, ég hef sungið verið hátt upp í 100 brúðkaupum síðan ég var 13 ára held ég. Og með mitt besta vini mínum sem er píanóleikari. Og við byrjum að spila saman í skólahljómsveit þegar ég var 13 ára og hann 11 ára. Þannig að... Svo þetta er búið að vera eins og rauðu þráður í gegnum lífið þitt algjörlega. Já. Og við komum einhvern tímann að því konur að afneita þér þessu. Þú ert greinilega búin að gera það núna, en þarna ertu í afneitun. Já, ég er alltaf, þú veist, í gegnum allt, þá er ég búin að vera alltaf bara nei, ég er ekkert, þú veist. Ég ætla ekkert að vera stigast að fremst á svið og syngja því sem krakki ætlaði ég að fá að vera bakrætasöngkona hjá Siggu Beinteins. Þú vildi syngja? Já. Því mér finnst þetta hefur alltaf gefið mér svo ofsalega mikið. Já, en þú varst ekki tilbúin að standa fremst á sviði? Nei. En það við kannski komum að því á eftir, út af hverju það er. Já. En er þetta í ættinni? Já.
Mamma mín mikil söngkona, syngur samt ekki leitt eiginlega. En litla systir mín sem 7 árum yngri en ég, hún rosa góð söngkona líka og syngur ekki. En svo litli bróðir minn, hann svona stjarnan sko. Hann jólastjarna Björgvins og var í 3. sæti í Röddinni, svona unglingakeppni. Hann alltaf bara 15 ára, en hann svona... Hann þorir? Hann þorir sko. Þorir og vill? Já. Hann svona Justin Bieber sko. Já, ok. Það gaman að því. Já. Heyrðu, við erum búin að fá að kynnast þér, hvernig hvað skapgerðin þín og hvað þykir skemmtilegast og svo lýs. Og síðan ætlum við kannski að fara að taka aðeins á alvarlega hlutum. En við ætlum að hafa hérna smállíða núna og það væri nú rosalega gaman ef við gætum fengið myndband að þér að syngja, en ef við náum því ekki af fyrir útsettingu þá erum við með hérna, þá setjum við eitthvað gott lag, en best væri það ef við gætum fengið lag, og ég tala ekki það, eins og við kannski tölum eftir, kannski lag sem þú samið sjálf, en við ætlum að taka smá hlé og svo komum við aftur. Það voru allir búin að gefast upp á mér. Fjölskyldan var búin að gefast upp á mér. Fangelsiskerfið var búin að gefast upp á mér og ég átti enga möguleika. Og ef þú horft á mig þá ekki séð neitt gott í mér, en Guð horfði inn í hjarta mitt og hann sá eitthvað gott í mér. Og það það sem ég elska við frelsara minn. Við getum öll horft á þá sem eru syndarar og bent á þá og bent í syndin á lífið þeirra. En ef við viljum vera Guðs fólk, þá við getum horft hún í drullupollin og fundið gullið sem liggur þar. Af syndum mannkins sem hann ætlaði að drekka, sem hann ætlaði að taka á sig frá hinni fyrstu synd sem að Eva gerði að hinni síðustu synd sem að framin verður áður en að Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni frá himninum og sækir okkur. Þú hefur gefið mér líf í fullri gnægð og þú hefur gefið mér líka sigur til að færa öðrum Drottinn og ég blessa þitt heilaga nafn í dag, Drottinn. Ég blessa þitt heilaga nafn og ég þakka þér fyrir. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Kvöldljós og hún hérna hjá mér, hún Silvía Guðnýjardóttir. Við vorum búin að strauja í gegnum svona þína sögu, svona á yfirborðskenndan hátt, svo leiðis. Og ástæðan fyrir því ég fekk því þáttinn, það vegna þess að því ég vissi það að þú varst með vitnisburð þína æsku og þú hefur átt erfiða æsku. Já, svolítið. Og það sem þú varst nú tilbúin að tala það á kotmóti, þá var kannski, já, þá fekk ég til þess að koma. Já. Hvað það sem gerðist í æsku hjá þér? Sko, ég spyr fólk yfirleitt kemur frá kristnu heimili og þú gæti sagt já. Já. Þá kemur hinn dásamlega móðurinn til sögu einu sinni sem leikur hlutverk nr. 2 hér. Já, nákvæmlega. Já, mamma var með það sem við kölluðum á Grundarfirði kirkjuskólan, sem sunnudagsskóli. En þetta var á laugardögum, þess vegna var þetta kallaður kirkjuskóli. Já. Og ég var ofta að hjálpa henni með brúður og syngja einmitt. Og já, hún var svona... En var þá áhugi mömmu þinnar, var það út af leiklist, söng eða út af kristni? Ég held að það var bæði. Já, hún kristnin. Já. Hún mætir samt ekkert á samkomur, hún meira svona þjóðkirkjukona, sko. Já. En og þó, henni finnst ofsalega gaman að koma á
UNG eða United. Já. En hún gerir það sjaldan. Já. Það sé bara tímaleysi eða eitthvað. Já. En það sem að kannski, sem við erum að vitni í æskuðinu, það snýrist ekki að mömmuðinni. Nei. Það snýrist að pappaðinum. Já. Hann stóð sér ekki vel. Nei, kannski samt eins vel og hann gat, eða kunni. Já. Mamma er náttúrulega bara 17 ára eldri en ég. Og þannig að þau voru svolítið ung þegar þau áttu mig. Og var hann á svipum aldri? Hann er 4 árum eldri nú. Já. Þannig að, já, þau gerði held ég bara eins og þau kunnu. Já. Og mamma náttúrulega gerði algjörlega sitt besta, sko. En pabbi er sem sagt, hann reyndar edru í dag, en hann var virkur, alkohólisti og fíkill. Og hann bara var ofbeldisfullur. Hann lamdi mömmu mína og ef það var ekki mamma þá voru húsgögn, speglar eða heitusjónstæður. Og þessu var samt oft redda bara með því að gera myndverk úr speglum til dæmis og eitthvað svona. En hann átti bara mjög mikla fíkn. Já, oft í einu sinni í viku? Sko ég man það eiginlega ekki, en mér finnst bara svona, þetta var oft. Já. Þetta var mjög oft. Og en ég man allan eftir 7 ára afmæli mitt, þá segir mamma við mig, er í lagi að pabbi flytji til Reykjavíkur. Og ég horfi bara á mömmu mín og ég segi, er það ekki bara best, mamma mín? Af því að ég var einhvern veginn löngu búin að sjá að þetta var löngu komið tíma á þetta. Var hann þá að leggja þetta undir þig eða var hann að segja þér fréttir? Hún var eiginlega að leggja þetta undir mig, en hún var samt búin að ákveða þetta, sko. Já. En hún sagði mér, við vorum að ræða þetta daginn og þá sagði hún mér að þegar ég sagði þetta þá svona, sem betur fer er hún sátt með þetta. Já. Þú veist, af því að maður er ekkert eins vitlaus sem maður lítur út fyrir að vera þegar maður er 7 ára, sko. Nei. Og maður... Varst búin átt að við á því? Já, löngu. Ófremdar ástand? Löngu. Var hann sjómaður eða? Hann var svona stundum. Já. Var svona, já. Kannski tóldi ekki drossalega mikið í vinnu. Nei. Eða þú veist, einhvern veginn þá bara, ég man ofsalega óskýrt allt. Þetta er náttúrulega, ég er náttúrulega bara 7 ára þegar hann loksins fer. Já. En, þú veist, ég man bara hvað allt var erfitt. Þú veist, það mátti ekki krakka að koma að leika við mig endilega heima, hann í restina. Af því að það vissu svo margir hvernig ástandi var heima með mér. Já, þau bara fengu ekki að fara heim til þín? Nei, það var frekar að ég mætti fara heim til þeirra. Já. Þú veist, það var meira vinsælt heldur en að fara heim til mín. Já. Og, já, þetta var bara... Var þetta erfitt til þig? Já, það var það. Og náttúrulega erfiðast var náttúrulega að sjá mömmu mína barða. Þegar hún var búin að berja hana, skilju. Já, en hún lét það yfir sig ganga? Já, hún gerði það. Já. Hún náttúrulega var ofsalega ástfangin af þessu manni. Já, og fyrirgaf alltaf? Já. En var hún að nota vín, eða? Nei. Nei. En er þetta ekki svolítið óskiljanlegt svona þegar maður lítur tilbaka? Algjörlega. Þetta er bara rugl. Já. Og bara... En auðvitað náttúrulega hefur verið ást og þetta hefur þróast og svo verið samdaunaðis og svo komur loforð og... Já, og loksins þegar mamma hendur honum út þarna eða hvað sem á að kalla það, þá er hún komin 8 mánaða leið með litlu systur mín. Já, fór hann af heimilinu? Hann, það var rifrildi að fá bílinn, mamma átti bílinn, sko. Þau voru náttúrulega alltaf að hætta saman og byrja saman, sko. Já, gengið á ýmsu náttúrulega. Já, en hann vildi fá bílinn til þess að fara til Reykjavíkur og sækja eitthvað fíkniefni eða eitthvað, ég veit ekki. Og mamma vildi það bara ekkert. Og þá var hann alveg brjálaður, en hann reddaði sér einhvern veginn í Reykjavík og hún segði hann bara ekki að koma aftur. Og hlýtt hann? Já, ég held það. Hann náttúrulega kannski reyndi, en mamma var bara orðin... Já, svo þið héldu áfram að búa í Grundarfirði? Já. Já. Við gerum það og amma og afi, mömmu megin, þau hafa verið alltaf bara stóða stutta. Alltaf, maður getur alltaf, ég bjó hjá þeim á tímabili, sko.
og við mamma fluttum til þeirra eftir að þau skilja, mamma og pabbi. Þá fluttum við til þeirra og ég hef alltaf verið ömmu og afastelpa, sko. Plús mammastelpa? Já, algjör. En ég meina, vissulega leita ég í það að reyna að fá að fara til pabba. Því að maður er náttúrulega alltaf að leita viðurkenningu. Og ég fór nokkru sinnum og í eitt skipti man ég þegar hann bjó í einhverju svona skrýtnu húsi. Og bjóða með einhverju mönnum og ég mig minnir að það hafi ekkert verið nein húsgögn. Þú veist, nema kannski sófi eða eitthvað, en þetta var bara ógeðslegt í mínum hugum. Og ég reyndi bara að komast til mömmu strax aftur. Mamma náttúrulega fór ekki langt. En hún svona, ég held ég að veri kannski 11 ára eða eitthvað. Ég er ekki alveg viss. En hún allan að fór með mig og leiði mér að vera þarna með honum í smá stund. Bara svo að ég var að prófa? Já, af því ég var búin að biðja það. Ég meina, þegar ég var 6 ára fór ég fyrst á Litla-Hraun, skilur við. Af því að hann er svona, fór þá í fangelsi og... Hvernig var það að fara á Litla-Hraun? Mér langaði ekkert aftur, sko. Nei. En ég hef farið í trúboð þangað eftir. Já, það er annað. Og það er allt annað, en ég fekk svona smá svona, hroll eitthvað. Já. Það er ekki góður staður til þess að vera á. Nei, ég get ekki ímyndað með það. Eða þú veist, mér leið allan ekki vel. Nei. Og já. Heyrðu, en það gerir svo meira hjá þér? Já. Skelfilegi hlutir? Já, ég var sem sagt kynferðislega misnotuð þegar ég var 9 ára. Já. Af manni í Grundarfirði. Sem þið treystuð? Þetta var sem sagt bara maður bara í bænum. Já, allir þekki allir í Grundarfirði og allt það. Já. Þannig að, já, það var ég var sem sagt 9 ára og ég var að passa litlu systur mína. Og það fyrsta sem mér dettur í hug, fyrsta sem ég hugsa þegar ég átta mig á hvað er í gangi, er að koma henni út úr herberginu. Já. Er að já, bara bjarga henni í rauninni. Já, af því að þú varst að passa hana, já. Þið voru saman upp í rúmi og hún var upp í bara liðnaði þegar hann já. fyrir að gera þetta. Já. Og enginn heima? Nei, ég var að passa, 9 ára. Ekki séns að ég fara að lefa ykkur 9 ára stelpa að passa dóttir mína, en svona var þetta bara. En það er lítill bær og, þú veist, mamma var bara í eitthvað nálægt, ég veit ekki, man ekki hvar hún var, en... Mér finnst ekkert að því að 9 ára barn á Grundarfirði passi 2 ára barn, ekkert að því, ekki neitt. Nákvæmlega, en þú veist, þetta var allan að þegar ég átti mig á hvað er að gerast, þá var það bara koma Anju systir út. Og ég gríp fyrsta tækifæri til þess að fara út úr herberginu og fyrir inn í mitt herbyggi og læsa okkur inni. Já, hann er ekki haldið þér að vera með það mikið ofbeldi, hann er bara að leitað á þig og niðurlægði þig. Já, algjörlega. All hressilega. Já. Hann gerði það vissulega. Og bara það mikið að það var bara karakterbreyting í þér. Já, algjörlega. En ég held líka sko að bara með við þessi fyrstu 6 ár þá held ég að meðvirknin sé komin alveg, þú veist, í hús. En þú ert góður kandidat í það. Já. Og notaður meðvirknina eftir þetta. Þú sagðir þú bara flúðir í hana herbyggi, læstir eitthvað þar. Og læsi okkur inn og öskra á eftir honum út með þig ógeðið þitt. Og bara, þú veist, næmi niður svo þegar ég heyri hann lokar hurðinni og hleypi ég og læsi og loka og hringi svo í mömmu. Og eða hvort ég hringi í ömmu og hún er í mömmu eitthvað svo leiðis. En ég var bara í uppnámi, skiljanlega kannski. Og mamma spyr mig hvort hann hafi komið við mig og ég bara, nei, ertu alveg viss? Alveg brjáli og hann er bara svo reið, sko. Já. Náttúrulega ekki við mig, heldur... Var þetta þá meðvirkni, varstu þá að lífa honum þá eða? Ég held bara að ég hafi skammast mín svona mikið, sko. Já, það er bara komið strax inn að þú skammast þín fyrir það hvað hann gerði. Já. Vá. Og já, hún spyr mig aftur bara, kom hann ekki við þig? Og ég bara, nei, alls ekki. Svo, þá var það bara búið. Þú veist, þetta var ekki rætt í rauninni meir. Nei. Nema hún var kannski eitthvað reið í eitthvað tíma á mamma, sko. En ég, þú veist, einhvern veginn man ekkert meir. Nei. En en þetta var ofsalega erfitt. Og
sársaukinn var svo mikill í hjartanu mínu og mér langaði einhvern veginn að stoppa sársaukann og það var svo mikið þyngsli og ég Já, eftir þessa uppákomu, þá bara varstu svona illa leikinn eftir það. Já. Að þú varst bara með stingandi sársauka í hjartanum. Já. Og ég reyndi að skera mig hjartað með svona litlum bláum fönduskerum. En ég var einmitt alveg í blackouti með það. Eitt tímann, ég er búin að vera með ör sem sagt síðan, breggstar. Og þá bara vildur þú bara losna við sársaukann? Já. Þú veist ekki að fyrirfara Nei, bara taka þingslin. Þingslin. Já, þetta var bara eitthvað svo vont. Og það var svo mikið einhvern veginn, það var svo mikil byrði. Og mér langaði bara að stoppa sársaukann. Mér langaði ekki að deyja. Langaði, en það var það kannski ekki það sem maður hugsaði þegar maður er 9 ára. Ég veit það ekki. Allan var ég ekki að hugsa það. En þetta var sem sagt bara blackout alveg í mörg ár. Þangað til bara einhvern veginn sé ég mig bara inn í herberginu mínu og ég sé þetta bara allt aftur og þá bara já, alveg rétt og ég er búin að hugsa alveg í eitthvað tíma bara hvað gerðist, ég er búin að spyrja mömmu hvað, var þetta ekki fæðingarblettur eða hvað er þetta? Nei, það var ekkert og svo bara allt í einu dung. Þú bara afneitaðir þessu þá? Já, ég gerði það. Þetta var bara einhvern veginn, þetta var alltaf svo stórt. En þessi sársauki og þetta það hrundi hjá þér sjálfsvirðingi þá líka við þetta? Algjörlega, algjörlega. Og það kannski kemur að því sem vorum að tala áðan í upphafið með það að þú viljir ekkert koma fram að syngja og neitt. Það er að fá að vera einhvers staðar á bakvið að þú vilt syngja en bara fá að vera á bakvið. Já, það er alveg... Bara meitt barn. Já. Já. En það er kannski líka kennt mér, ég veit ekki, kannski auðmýkt líka eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er svona, ég hef alltaf litið á mig bara svona sem ég get alveg verið bara fyrir aftan og ég þarf ekki að vera fremst. Já. Og þetta er svona, ég veit það ekki, ég bara einhvern veginn hef alltaf verið þannig. Já. Í mínum huga allavega. Og kannski líka ég er aftur misnotuð 11 ára. Já, býttu við, það gerist aftur 11 ára. Já, af öðrum manni sem var giftur inn í fjölskylduna. Vá. Og það var svolítið svona áfall, en hann var náttúrulega alveg ofur Ölvi. Og... Ertu að afsaka það? Nei, alls ekki, en ég svona, þegar ég er að reyna að, ég vissi aldrei, að því hann kom mörgusunum inn í herbergið mitt og hann bara, kom við mig á minn prívat part, skilur. Já. Og þá hreyfði ég mig bara alltaf, að því ég stoppaði aldrei, ég sagði aldrei hættu. Nei. Ég sagði, ég bara svona sneri mér undan og... Forðaðist? Já. Já. En komst ekki langt nefnilega. En og svo í síðasta skipti þegar hann ætlaði að koma inn, þá settist ég upp og þóttist vera vakandi. Eða vera að vakna. Og ég bara, þetta var svona skrýpaleikur eitthvað hjá mér. En já. En var hann þá bara að leita á þig sofandi? Já. Og ætlaði að reyna að komast upp með það bara að vera að gera þetta meðan þú væri sofandi? Já. Og var þetta bara eitt skipti þá eða? Já, hann kom bara nokkrum inn í herbergið þetta kvöld. Og en ég þóttist bara að vera vakna. Nokkrum sinnum yfir kvöldi? Já, held ég að það hefði verið 3 svar eitthvað slags. Eða hvort það hefði verið í 3. skipti, þetta er náttúrulega bara... Það skiptir ekki neinum máli? Nei, en þetta var... En hvað gerði þetta fyrir þig? Bara enn meiri vonleysi einhvern veginn. Já, var það sama sagan sem sagt að sjálfsásökunin og allt þetta? Bara, akkur ég, að því ég hef alltaf verið svolítið seinþroska. Ég var bara, ég skildi þetta ekki. Að ég var bara 11 ára og ég bara eitthvað, það er ekkert við mig. Ég er bara barn, ég áttaði mig á því. Þú ert bara barn 11 ára? Já, og ég bara, þetta var bara... Ekkert seinþroska en eitt bara 11 ára barn, bara 11 ára barn. Reyndar. Já. En þetta var sjokk náttúrulega, en neitt. Já. Gastu talað þetta við einhvern? Ég sagði vinkonum mínum eftir fyrraskiptið og ég sagði svona eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en ég sagði frá því og ein vinkona mín, hún var með eldri barnapíu mitt og sagði hann kom heim til mín líka þetta kvöld af því að þetta var eitthvað svona hestamannamót í gangi eða eitthvað. Já. Það voru allir á sama stað og
og hún mundi eftir að þetta kvöld, ég sagði þetta mörgum ára setna, sko. Hún sagði já, hann hafi komið heim til sín, en þá hafi eldri stelpan sem var að passa hana, rekið hann út. Þannig en þetta er náttúrulega bara, það var bara svo ofsalega margt einhvern veginn að gerast. Þannig millitíðinni 9 ára og 11 ára þá deyr vinkona mín úr heilahimnubólgu. En þá var það fyrsta sem ég hugsaði var kirkja, komst í kirkju. Og ég heyrði mitt kirkjuklukkuna hringja og ég fór upp í kirkju og sat þar bara aftast á bekk og bara, já. Og ég hef alltaf svona leitað í mitt kirkjuna á Grundarfirði. Svona, það er svona minn griðarstaður einhvern veginn. Mér líður bara einhvern veginn betur á að koma þangað inn. En þá hefur alltaf átt trú. Já. Hefur átt trú á Jesú. Ég heila vissi ekkert mikið, sko. En ég náttúrulega vissi að Jesús var besti vinur barnanna, besti vinur barnanna. Kunni það lag og alla þessa söngva, sko. En maður var náttúrulega ekkert alveg, sko, ég held að það hafi verið 16 ára fyrst að reyna að lesa í Biblíunni. Og byrja að blása eitt. Og skildi ekki neitt. Ekki góð. Nei. Ekki góð stað þess að byrja á. Nei. Þannig að þetta var náttúrulega bara endalaust manntal og eitthvað og ég bara, bókin hlýtur öll að vera svona. Og bara þetta var bara óerfitt, þannig að ég reyndi þetta oft og byrjaði alltaf á sama stað. Og þangað til ég bara kom eiginlega í Hvítasunnu-kirkjuna. Þú veist, þá áttaði ég með það er þetta Nýja testament. Það virkar. Þannig að... En þarna ertu sem sagt búin að lenda í svona áfalli sem kannski ég veit ekkert hvað það þú veist, ég hef ekki lent í þessu en með það sem það segja náttúrulega brotin sjálfsvirðing og langar að skerja úr því hjartað og allt saman sem segir bara það að þetta hefur bara verið vont. Já, það var alveg hryllilega vont. Og hvað það svo, hvernig svo að fara að burðast með þetta inn í að fara að lifa sem unglingur og ung kona? Þetta var náttúrulega kannski ekki alveg besti pakkinn, sko. Ekki besti pakkinn? Nei. En hafði þetta áhrif á þitt líf? Algjörlega. Já. Meira að segja, ég fór í skátaferðalag þegar ég var 13 ára minni mig. Og þá var þarna svona Perri með okkur, sem skátafóringi eða eitthvað leis. Og hann átti að vera í herbyggi með vinkonum mínum og ég bara, já, ég skal líka vera þar. Af því að ég vildi svona reyna að koma í veg fyrir að þær myndi lendi í sama og ég. Já, svo þú varst að venda þér. Já, það var svona það sem að mér langaði, en það, þú veist, það gerðist ekkert og allan ekki sem ég sá. Þú veist, ég held að það hafi bara allt verið til friðs bara. Já, en þetta hefur verið ofarlega í huga þér. Já, af því ég vildi ekki að þær myndi lendi í sama og ég og fá saman sársaukann. Af því að mér fannst þetta ofsalega erfitt. Hvernig var svo bara úrvinnslan við hitt kynið þegar þú verð að... Það bara byrjaði, það var allt voðalega skrítið. Já. Þetta var bara eiginlega tómklúður. Ég eignaðist kærasta þegar ég var 16 ára og ofsalega yndislegur strákur. Og hann ofsalega góður við mig alltaf. Og en svo bara þegar líður á tímann þá fer ég bara einhvern veginn að haga mér furðulega. Ég fór og ég byrjaði að halda fram hjá honum og bara fór ofsalega illa með hann. Og ég þagði við því mitt en vinkona mín vissi af þessu og hún segir honum svo frá þessu. Og þá náttúrulega þetta bara, kemur þetta allt í ljósið loksins. Þá ég mitt 21. Og þá það er fyrst átt sem að ég segi mömmu frá því og ég segi mömmu frá misnotkuninni. Viltu meina það sem sagt að þetta sé svona afleiðing af því að þú hafi verið svona drengluð þess að eitthvað að reyna að hefna þín eða hvað veit það? Maður bara einhvern veginn, ég var með svo ofsalega mikla skömm. Já, og litla sjálfsvirðingu. Og sjálfsvirðingu, já. Er þetta leit eftir viðurkenningu að gera, að halda framhjá og allt það, það er svona, já. Það er leitin að viðurkenningu. Já, það var það sem einhvern veginn, það sem ég var að leitast eftir, já. Og vera eitthvað. Já. Þú veist, hvað sem það átti að vera, ég veit það ekki. Nei.
En mér hefur aldrei fundist ég geta samt skýlt mig á bakvið það hvað ég gerði. Nei. Af því að, en ég minna, ég vissulega litar þetta mig og ég átti ömurlegt sjálfsálit. Bara, þú veist, hræðilegt. En mér finnst ég ekki geta skýlt mig á bakvið það hvað ég gerði, skilur við. Nei. Maður ræður í náttúrulega alltaf hvernig maður spilar úr spilanum sem maður hefur. En vissulega var það eitthvað sem lág. Þannig bara orðin bara skapgjafa brestir eða þetta er bara karakter breyting og þú ert náttúrulega að reyna að gera það sem þú þekkir best, sko, án þess að við séum þetta breyði við það. Nákvæmlega. En við erum kannski bara að draga það fram hvað þetta er skelfilegt að lenda í þessu og hvað þetta er skelfilegur atburður. Algjörlega. En þú varst komin að því áðan að segja sem sagt að þú 21 að þá hefði eitthvað gerst. Já, þá sem sagt bara springur þessi sprengja. Það kemur ljós að þú veist, kemur í ljósið að ég hafi haldið framhjá, að ég hafi verið bara, þú veist, ekki góð kærasta. Og já, ég bara, og þá bara þurfti ég fór í svona, hvað heitir það? Bara ég fekk bara áfall, einhvern veginn. Já. Þú veist, af því að þetta var náttúrulega strákur sem ég elskaði ofsalega mikið og ég held að ég myndi giftast honum og eitthvað svona, sko. En ég náttúrulega vissi það nú alveg að, þú veist, það myndi náttúrulega örugglega ekki enda þannig. Þess með hvernig ég var búin að vera. Já. Það sýnir það að þú varst bara ekki við stjórnvölinn. Nei. Af því þér langaði að vera góð og vildir gera það en það var ekki. Það var bara ekki takast hjá mér einhvern veginn. Nei. En ég sem sagt þurfti bara á sálfræði meðferð að halda og ég fór til sálfræðings og ég fór í stígamót. Já. Ég byrjaði á því reyndar. Af því að, þú veist, þá loksins áttaði mig á því að ég var brotin eftir það. Var það bara fljótlega í stígamót eftir að þú svona, og hvernig gekk það? Það gekk bara, sko, mér fannst ég ekki eiga heima þar, af því að mér fannst ég ekki af því að mér var ekki nauðgað. Já. Að ég ætti ekki heima þar og það var bara ekkert, ég var ekki nógu mikils virði til þess að vera þar, skilur. Það hafði ekki nógu mikið gerst fyrir mig til þess að vera á stígamótum. En ég held að það sé bara vitleysa. Ég held að allir sem hafa lent í einhvers konar misnotkun eigi heima þar. Já. En ég reyndi það ekkert aftur. Ég fór einu sinni eða tvisvar og ég bara, nei, þetta er ekki fyrir mig. Hjálpaði sálfræði verið þér? Já. Það gerði það, sko. Ég fór þangað alveg í mörg skipti og mér leið vissulega betur. Já. Og en aldrei eitthvað fullkomlega vel, skilur, mér leið aldrei vel. Þú er ekkert farið að nota vímugjafa af þessu? Nei. Ég, það sem ég sagði þegar ég var 7 ára eða eitthvað, eða eldri eða eitthvað, var að vera ekki eins og pabbi minn. Já. Og mér langaði ekki. Þetta verið tvennt, sko, annarkvort verður fólk ekki eins og pabbinn eða verður eins og pabbinn. Já. Það er svolítið skrítið. Já, þannig ég ákvað. Það var svona mín hinsta ósk að fara ekki, þú veist, mér langaði ekki að verða alkohólisti eða, þú veist, og mér bara, þú veist, ekki séns. Ég ætlaði að gera allt sem ég gat til þess að verða ekki eins og hann. Og, já, og svo það var nefnilega líka það að ég ætlaði ekki að eignast börn þegar ég var 17 ára, eins og mamma mín. Nei. Þannig að þetta var svona tvennt sem ég ætlaði mér ekki að gera. Og hefur staðist hingað til. Heyrðu, eigum við ekki að taka aðeins hérna og svo fara svona að draga fram ljósið í framhaldi af því. Fá núna lofgjörðu og svo komum aftur. When I'm with you, I will always be
need you right here in my life. 'Cause you are the power I need to survive. Wherever you go, I will follow you. Whatever you say, I will say for you. Wherever I am, I'm in your arms. I'm in your arms. I'm in your arms. I'm in your arms. I'm in your I'm in your I'm in your I'm in We're safe in your arms tonight. We're safe in your Komið þið sæl aftur. Þú ert að horfa á Kvöldlaus og ég heiti Ragnar og hún hérna hjá mér, hún Silvía. Við höfum svona verið að strauja í gegnum þetta og það sem við vorum að tala síðast það að þú ert búin að vera hjá sálfræðing og svona og svona komin svona lausn inn í þetta. Já. En kannski ekki fyrirgefningin og allt sem að það er ekki, þú svona getur lifað með þessu með sálfræðinum og það, sko. Já. Erum við að tala það að það voru vendipunktur þegar þú ferð í Fíladelfíu? Já, algjörlega. Já. Það er svona, það er kannski þegar ég fer inn í ÖNG aðalega. Já, ég segi það, fyrsta skref er náttúrulega að þú ferð inn í ÖNG af því að þú ferð í Fíladelfíu. Nákvæmlega. Svoleiðis að fara í kirkju og fara að stunda hérna trúna og það. Og segðu okkur frá því, hvað gerðist? Sko, það sem gerist er að ég er þarna komin bara í þjónustu allt í einu. Og mér Í fannst- ÖNG? Já, í ÖNG. Bara í lofgjörð, alveg og Já. fullt. Já. Og það svona opnaði mig, opnaði hjarta mitt og ég áttaði mig á því hvað það er til góður staður að vera á. Já. Og hérna, ÖNG byrja 4. mars 2007 og þarna sumarið þá hérna kemur þetta lag til mín sem heitir Þú komst til mín. Sem að þú samdir. Já, sem að ég samdi. Ég kallaði ekki að ég hafi samið af því að þetta var svo auðvelt. Það bara kom. Að ég hef samið lög einmitt og það er bara verið ströggl. Já, það hefur Ég eitthvað að reyna að búa til texta og búa til laglínu og eitthvað. En þetta var bara, þetta kom bara. Já. Bara Texti tilbúið. og lag. Já. Já, já. Og hérna, eitthvað aðeins breyttu texti. Þú veist, eitthvað 2 línur. En hvað skrifar þetta þá niður eða bara Nei, syngur ég þeim? syngið inn á tölvunni mína. Já. Og svo bara hlusta ég á, já, var ég að segja þetta? Vola notið þetta oft, þetta orð. En hérna, já, það var hérna svolítið laust fyrir mig, þetta lag. Já. Og þetta er í rauninni smá vitnisburði þar sem ég segi, veist, ég var týnd en nú er ég fundin og svo kemur annar staðar í laginu. Ég var Og svo það er reið. það sem þú upplýðir, Já. að þú væri týnd Já, og nú væri algjörlega. fundin þegar þú væri komin í ÖNG. Já. Og seinna í laginu kemur, ég var svo reið, ég gat varla andað. Af því ég var ótrúlega oft búin að hugsa, ég nenni þessu ekki. Þú varst reið. Já. Og mér fannst bara ógeðslega erfitt að anda. Og mér fannst lífið ógeðslega leiðilegt. Og ég nennti þessu ekki. Og hérna, þó svo, ég hef kannski einhvern tímann hugsað að stytta líf mitt, skilurðu. En það var aldrei einhvern veginn raunverulegt. En samt var það bara svona leiðilegt, þú var tilbúin Já, í það. ég var alveg tilbúin að fara bara hverfa, sko. En hérna, en þegar þetta lag og þessi lína eiginlega kemur, ég var svo reið, ég gat alltaf andað, en þú fylltir huga minna frið. Það var bara eiginlega þegar þetta kom og þegar ég hlusta á þetta aftur bara, hei, já,
og þá einhvern veginn svona bara losnaði ég og sérstaklega þegar við sungum þetta lag á fyrstu samkomunni og að sjá bara fólkið í salnum hvað þetta gerði fyrir það og fullt af fólki bara mönnum og stelpum og þú veist að gráta og ég bara vá þú veist ég er hérna og það fólk að blessast þú veist ég er ekki bara hérna til þess að syngja ég er hérna til þess að lofa Guð og leyfa honum að vinna í gegnum mig í þjónustu já og það það sem að hefur bara gefið mér ofsalega mikið að fá að vera að syngja fyrir Guð fyrir Jesú frelsara minn af því að hann bara þú veist að koma með þetta lag til mín bara þvílík gjöf og búið að vera með svo mikið blessun inn í líf svo margra Finnst þér þú hafa tekið afstöðu til Jesú við þetta lag eða varstu búin að því áður? Nei. Þetta lag eiginlega bara svona hjálpaði mér að komast. Þannig að, já. Að þú komst bara í persónulegt samband bara við frelsarann? Já. Þannig að þetta var bara einhvern veginn. Og hvað kom það fyrirgefningin í framhaldi þá? Já. Varstu bara laus? Ég bara losnaði. Þetta var bara... Mér fannst þetta ógeðslega gaman að vera að fara á hverju sunnudegi að syngja bara þú veist lög sem ég er ennþá að syngja í dag og ég elska að syngja þú veist af því þetta eru lög sem hafa bjargað lífi mínu En þú vissi hvað væri mikill sannleikur í þessu að hvað lofgjörð getur gert rosalegt kraftaverk Nákvæmlega Það bara þó að fólk kunni ekkert í biblíunni og sé ekkert að lesa eða bara getur farið í lofgjörð Nákvæmlega Það alveg þvílíkir hluti sem gerast þar Ég þarf ekki að segja það, þú ert að segja mér það já. En ég get staðfest það því ég er búin að fá svo marga svona sem bara veist Þetta allan að það sem hefur komið mér á minn stað í dag og það eina sem ég þrái er að lofa Guð er að fá að og segja öllum hver Jesú er hversu gott það er að geta treyst á hann í hver einasta skrefi Það var ekkert meiri meðferð heldur en þetta? Nei, þetta var bjargvættur í mennsku. Já, og síðan ertu bara búin að vera að syngja og hérna lofa Guði sem sagt á þessum, minnst úr þessum 3 stöðum. Já, í ÖNG og United núna og hérna svo ég hef stundum farið í hérna Krossin. Já, svo ertu bara að fara í Krossin, það hefur líka verið þar. Já, og líka niður CTF sungið það líka. Já. Og hérna, já, það bara hefur bara gefið mér ofsalega mikið og mér finnst alltaf ég að magna þegar fólk er með syngu með í laginu mínu og hérna, og er bara að brotna, þú veist og það er svo margir komið tíminn og sagt bara að hjarta mitt bara brotnar við að hlusta á lagi og syngja það út vegna þess að þetta er svo einfalt lag og þetta er bara vitnisburður fyrir svo marga í rauninni. Þeir sem hafa lent í einhverju erfiðleikum, hvort sem erfiðast er að fá flís í puttan eða þeir sem hafa næst í dánir eða dáið og lifna við eða þú veist. Þetta hefur bara, og þetta er svo mikið blessun að fá að vita það líka, að maður er í alvörunni að leyfa Guð að vinna í gegnum sig og er að blessa fólk. Það er bara, hefur gefið mér ofsalega mikið. Og það er staðurinn sem þú vilt vera á? Já. Já, það er ekki leiðilegur staður. Nei, alls ekki. En kannski, já, en þú þarft að vinna með þessu. Já. Það er svona, og kannski ferði í þroskaþjálfan. Já, það væri hérna mjög skemmtilegt. En það væri náttúrulega draumur að geta bara verið að syngja alltaf. Já. Og þurfi ekki að hafa ágjör af peningamálum og svona. En ég meina, mér finnst gaman að vera með börnum og það er svona númer 2, söngur númer 1. Og svo ekki leiðilegt að vera með barninu þínu? Nei, hún er æði, Krista Rún. Hún er fæddist 2010 í janúar, þannig að hún verður 3 næsta janúar. Það er nú skemmtilegst aldurinn. Já, þetta Terrible Twos, það er mjög skemmtilegt. Já, hvað er það? Það verður svona endalaust frekja og svona, en bara mikið lífi inni og hérna ofsalega gaman að sjá hana þroskast og bara nýtt og nýtt sem hún segir og margar orðasendningar og bara hún er dásamleg.
blómi í lífinu mínu. Svoleiðis að þú ert á góðum stað, þú ert sem sagt að vinna með mömmuðinni og með barnið og ert svo á kvöldin að lofa Guð og... Já, eins mikið að get, mjög lítið heima þannig. Já, það er alveg, náttúrulega dóttir mín gengur fyrir. Já. Það er bara þannig. Já. Og þú veist, pappin er yndislegur. Hann er bara kærleiksbomba og rosa gott að vera í kringum hann. En Krista er samt best líka, sko. Og mamma. Já. Heyrðu Silvía, ég þakka þér fyrir að hafa komið í þáttinn og verið svona einlæg og djörf. Já, takk fyrir mig. Mjög gaman að fá að koma. Þurfum endilega að finna lagið og geta spilað það í þættinum. Já. Nú, ef það gengur ekki, því að þið eru svona klaufar, þetta fólk sem alltaf er að syngja, þið tækið ekki upp og svona að ef það gengur ekki þá sittum við eitthvað annað gott. En við stefnum að það komi lagið þitt. Endilega. Takk fyrir aftur. Takk sömuleiðis. Ég þakka þér fyrir að hafa verið með okkur í kvöld og býð þig góða nótt.